Já, við ætlum næst að víkja sjónum okkar til Svíþjóðar. Jón Óðinn Voge heitir Íslendingur, Akureyringur sem búsettur þar og við höfum öll fylgst með hryllingnum í Örebrú og dóttir Jóns Óðins, það má kannski segja að hún hafi verið nálægt í að lenda í háska þarna í skólanum í síðustu viku. Við ætlum að kynna okkur þessa sögu. Heyrirðu í mér, Jón Óðinn? Já, heyri ég. Ljómandi, sæll og blessaður. Blessaður. Geturðu farið aðeins yfir atburðarásina, lýst í fyrir okkur hvernig ykkar fjölskylda upplifiði kannski ákveðna tilviljun þennan dag? Já, þetta var þannig að dóttir mín, hún heitir Tinna, hún í þessum skóla í Örebró og að læra þar ákveðna svona ákveðin störf og hún var í skólanum eins og annað síðasta þriðjudag og hádegisbil á hringjunni mömmu sína segist vera stödd á Pizza Hut og það sé eitthvað að gera í skólanum, sennilega einhver byssumaður og Ingu, konu minni, var náttúrulega mjög bílt við og sendi strax skilaboð á frænku sína, það styrsta dætur. En hún eina skólastjórn þessar skóla. Þessi skóli gríðarlega stór, það 7.000 nemendur og 70% eru innflytjendur. Og svo hún sendi henni skilaboð og spurði hvort sé lagi með hana. Og hún fær strax svar frá frænku sinni, sem skólastjóri, að hún sitji utan við skólan með blóðuðar hendur og spyr svo strax lagi með Tinnu. Sem segir eins og kannski meira hjarta skólastjórn sem að hugsa fyrst og ennst nemendurna ekki sjálfan sig. Og þá átt að Inga sjá því að þetta sé kannski eitthvað svona meira heldur en að við höfum kannski gert okkur í hugmynd og þá náttúrulega sest maður bara að fylgist með fréttum í beinni útsendingu og átt að alltaf meira með því hversu hræðilegt þetta og það var ekkert langt lið á daginn þegar maður kemst að því að árásin átti sér stað á þeim gangi þar sem stofa dóttir minnar Þannig að ef hún hefði ekki farið á Pizza Hut með vinum sínum í hádeginu, þá hefði hún verið þarna á ganginum þar sem að flest morði voru frammi. Og sá sem gerði þetta það svona dóttið, má ekki tala mikið henni síðu verið störa, en það þannig að hann hataði innflytjendur. Og það heyrist á einu myndbandi sem að fólk tók upp að sem hann segir þegar fara héðan. En þessi dóttir mín Tinna, hún ættleidd frá Indlandi og er mjög dökk og hörund. Þannig hún hefði passað fullkomlega inn í hans huga að vera skotmark. Þetta alveg... Þannig þarna var veruleikinn kominn inn á golf hjá okkur. Þetta alveg mögnuð frásögn og kannski ekkert á hverjum degi sem að stelpan að fara á Pizza Hut í hádeginu? Nei, það gerist, þetta var fyrsta skipti. Þetta í fyrsta skipti? Já. Hvernig verður manni við? Það þetta ef og hefði. Inga kona mín, hún reyndi að verjast þeirri hugsun ef og hefði, en það erfitt að gera það. Minn haus hins vegar þannig samansettur að ég festi mig ekki svo mikið við það sem að ef og hefði. Ég festi mig það meira hvað gerðist, hver stóra myndin? Hvers vegna verða menn svona hatusfullir og grimmir að drepa saklaust fólk bara handahófi? En þar satt ég við og sérstaklega kannski út af því að ég búin að vinna hérna í 9 ár í Svíþjóð og reyndar hérna alla mína starfsævi hef ég gert það, vinna með krökkum sem eiga erfitt uppdráttar og sem að mistekst mikið í lífinu og lífið leikur grátt og kannski fyllast á hatri. Þannig að ég hef haft stráka hérna í Svíþjóð sem að hefðu auðveldlega sem að geta lent í sömu aðstoð þessi maður sem gerði þetta voðaverk, eins og hann hafði farið gegnum allt skólakerfið með því að mistakast og hafði farið undir radarinn og fullorðinsárum þá hann helst ekki vinnu, hann enga menntun og ekkert gengur og þeir sem eru svona, það svo auðvelt að þegar þeir mistakast þá þetta finna einhvern sem að sökudólgur og hér í Svíþjóð eins og annars er hamra á því að sökudólgun séu innflytjendur. Það séu þeir sem taka allar peningarinn frá þér, þeir taka vinnunum frá þér.
og það svo, og innflytjendur geta ekki varið sig heldur. Þannig að það hefur verið til miður og alla Evrópu þessi bylgja af hat frá innflytjendum. Og hún hérna í Svíþjóð líka. Þannig að fyrir mér á snert þetta mig ennþá meira því ég hef haft stráka sem ég hef vinnað með sem að ég sá algjörlega sem speglast í þessari lýsingu af þessu manni sem gerði þetta. Já. Getur maður snúið huga manns sem komin á svona vondan stað? Hver þín reynsla af því? Já, það hérna, það góða finnst í öllum og það gott að muna að þessi maður sem framdi þetta voðverk var einu sinni barn, saklaust barn og hafði síðan drauma og vendingar í lífið og það finnst það góð í öllum, ég trúi því og ef maður getur gripið inn í áður en í þessu tilfelli þá var það svo erfitt maður verður svo, þeir sem eru svona þeir verða svo ósýnlegir þeir fljúgundi ratar, þeir fela sig þeir vilja ekki vera innan fólk þeir einangra sig og því miður festast þeir svo í þeim heimi sem að á netinu og þar finna þeir sömu rattir og algoritmanir sjáum að dæla á þá hatursáróðri þannig að það er erfitt að eiga við þetta en ef maður nær til þeirra þá þetta miður það gott að með þetta því að án vel við því að Tinna kemur við sögu að ég fekk verkefni fyrir mörgum árum síðan hérna í Svíþjóð að það var 14 ára strákur sem var hættur að mæta í skólan pappa sagði að það var alkoholisti sem drakk sig í hel og það var erfitt fjölskyldulíf og hann kendi sér hann þótti mjög vænt pappa sem og taldi sig sjálfan bera ábyrgð því pappa sem hefði drukkið sig í hel og var alveg búinn að gefast upp og hann satt heima og hann hafði fengið greiningu að vera á einhverrófi og með ADHD en hann vildi ekki taka lyf en svo hann hræddur það myndi breytast í pappa sinn hann myndi vera missa tökin svo hann vildi ekki taka lyfin og þannig að hann festist í djúpu þunglyndi satt og allar sólarhringinn og í tölvuleiki og þegar fólk sagði að hann var spilafíkil þá var það ekki það tölvuleikirnir þeir voru þeir bægðu burtu sársaukanum og skuggunum í heilanum en ég fekk að hlutverk að sækja hann hverju degi 1 ég vildi að fara heim til hans og vekja hann og fara inn í herbergis og ofta fór ég með hann á veitingastað og gaf hann að borða fyrst og svo fór ég alltaf með hann í íþróttahúsi í skólanum því að þar fórum við og gefum smá lyftingaæfingar og spilum körfubolta og svona markmiðið var bara að ná hann út úr húsi og svona ég ekkert í nokkra mánuði og hann fór svona að líka við mig og ég var svona eina fullorðna manneskja sem hann svona hans lífi sem hann kunni við einn daginn þá sitjum við og þá ganga fram hjá hópur innflytjendum og þá bendur hann og segir þetta fólk hata ég og ég segi nú hverja þessu helvítis niggara ég segi ok, af hverju já, þeir taka allar peningarna frá okkur og ég bara ok og maður rökræðir ekkert rasisma úr barni eða úningi og ég beið bara og svo liðu vikurnar og hann aftur benti mér þetta og alltaf bara alltaf regla sjá þessu helvítis niggara ég hata þetta lið Tinna eins og dóttir mín sem féldögg hún var þá í þessum skóla líka og einn daginn þegar við júttum þá mætum við Tinnu og þegar ég náttúrulega að tala við henni á íslensku og þá stendur drengurinn til hliðar og ég sé hann horfir á mig og á hana og svona þungbrotn og þegar Tinna labbaði burtu þá segir hann mig og þegar kanntu þetta helvítis niggara tungumál og ég segi nei, þetta á íslensku þetta á dóttir mín og þá sá ég í huga hans hvernig heimurinn hans einhvern veginn hrundi að allt, nú skildi hann ekkert lengur að eina mannskjan sem hann líkaði við átti svart barn fólki sem hann hataði og daginn eftir þegar ég hitt hann þá var hann óvinn í málgjöfin og byrjaði að tala fyrirbræð fór að spurja mig út í það hvernig ég geti átt barn sem var í svart og ég sagði hún var í ættleit og lýsti sér öllu fyrir honum og hann spurði og lokum þá sagði hann það kannski skiptir ekki máli hvernig húðin á litin og þar með hvarf rasismi. Þetta alveg magnað. Það gríðalegt happað allt hafi farið vel hjá ykkar fjölskyldu Jón Óðinn en Svíþjóð að einhverju leyti í sárum heyrir maður á fréttaflutningi en mér fannst þú vera að segja áðan að það væri kannski ekki allt sem að Svíum liði eins og mætti eða ætti að tala í fjölmiðlum. Varstu að gefa eitthvað svoleiðis í skinn? Já, það er
Nú þekki mjög marga innflytjendur. Fyrst ég kom inn þá var ég sænskunámi og þá kynntist ég mjög mörgum innflytjendum sem miklu vinir mínir. Svo ég á mjög góð vinir sem eru Svíar, orginal Svíar og mjög marga vinir sem eru víðsvegar heiminum. Svo ég hef báða hliðarnar og síðan hef ég sjálfur upplifað það þegar maður kemur í nýtt land og kann ekki tungumálið og upplifað það þann hroka sem að verður fyrir mörgu fólki þegar maður ekki kann málið. Svo ég þekki þetta í eigin skinni og það er hér í Svíþjóð mynd Svíja sjálfum sér að þeir taki vel á móti fólki sem þeir hafa svo sannlega gert í langan tíma og Svíþjóð er ekki neitt í dag ef ekki verið fyrir innflytjendur. En það hefur breyst núna árum og nú er orðið sem eru stjórnmálaöfl sem bara gera út á þetta og það er eins og allir tippla á tánum og vinir mínir sem er innflytjendur, þeir segja allir ef þessi maður hefur innflytjandi sem gerir þetta, komið þetta voðverk, þá er strax verið komið fram hryðjuverkamaður og allt þetta og hvernig þessu öllu verið snúið upp í það. En sænski fjölmiðlar hafa ekki ennþá notað orðið hryðjuverk þetta eða hvað? Nei, og tippla rosalega tánum og þá með þessi í fjölmiðl núna reyna að vera að útskýra hvers vegna þeir nota ekki orðið hryðjuverk. Hins vegar fyrir mig, það skiptir ekki máli. Það sem skiptir máli er að það er hatrið sem orsakar þetta og það liggur fyrir á myndbandsupptöku að hann segir við fólkið og hann hefði sjálfur reynt að gangi hann skóla til að vinna upp einhverja starffræði áfanga og mistekist og það var nóg á skólum í Grendinni. Hann valdi hennar skólan sem er 70% innflytjendur og fólki heyrði hann segja út fram á ganginum þið að fara hérna. Þannig að það var svo augljóst að drifkrafturinn var þetta hatur gagnvart innflytjendum eins og þeir taki allt frá honum og það sé þeim að kenna og maður mistekist allt í lífinu. En þetta má ekki segja svona upphátt. En það gefið fullkomið skít í og finnst þetta að vera svona að tippla á tánum kringu svona hluti þá bara tala hluti eins og eru. Já. Hvað finnst þér vera líkt og ólíkt með Breivik, hryllingnum og þessu máli? Breivik var náttúrulega miklu meira svona kalkuleraður, eldklár maður sem skipulaði sín hryðjuverk og hafði geta hans til að fremja voðaverk og var svo svakaleg. Þessi maður hafði ekki þá getu, hins vegar hafði hann var svo vel vopnum búinn. Og krakkarnir, til dæmis Tinna og krakkarnir, þau sá hann koma í skólan með að koma maður lappandi með gítartösku. Og þegar fór hugst tilbaka, þau sé mann með gítartösku sem lappaði í skólan. Þannig og það sem að réði úrslitum geta hans að miða svona marga var náttúrulega að hafa með sjálfur vopn. Er þá einhver umræða að breyta reglum við opinbera stofnanir eins og skóla þannig að þú getur ekki gengið með mörg vopn getur ekki gengið inn í skóla með mörg vopn í gítartösku? Já, það er svo umræða var eiginlega bara kæfð niður í upphafið. Áttaðslega á því að við getum ekki læst landinu, við getum ekki læst skólum, við getum læst húsunum. Við getum ekki lifað þannig. Það þarf að takast á þetta allt annan hátt. En fyrsta skrifið eins og menn hafa bent á að þú þarft ekki sjálfvirk vopn til að stunda veiði. Nei. Stundu var sagt að Norðmenn hefðu mætt Breivik-málinu með ást frekar en hatri. Þeir hefðu vísa til máttarkærleikans. Á hvaða staði eru þið núna? Hvað þetta varðar? Já, bara eins og Norðmenn. Ég er þeirra skoðun að kærleikurinn það sem er drifkrafturinn í góðu lífi og ef maður tapar því þá er maður búinn að tapa. Þannig að ég er ekki að segja að ég vorkenni þessu manni en ég horfi á myndans og sögans og hún speglast í þeim börnum sem ég vinn með og það sjokkar mig að sjá það og við sem samfélag og ég held bara bestan samfélag heimurinn í heild við höfum tapað samkennd. Græðgin hefur tekið samkenndinni yfir og það er það sem hefur gert manneskjuna af því hvað hún er frábær, það er samkenndin. Ef við töpum henni, þá er þetta búið. Eru einhver öðru fremur sem að þér finnst ábyrg fyrir því að sumt fólk virðist vera mjög næmt fyrir hatursorðræðu og fer að trúa því einmitt að þeirra eigin ógæfa og vanmáttur spretti upp af því að
útlendingar í þeirra landi hafi fengið of mikið? Já, sko, hér í Svíþjóð er þetta svo auðvelt. Það miklu erfiðara á Íslandi að byggja þetta út sem sér í Svíþjóð. Það bara eitt stjórnmálaflokkur, Sverigedemókraterna, sem ger út þetta. En þeir eru með 20% fylgi. Og þannig ég ætla að sagt að í Svíþjóð, það er svo auðvelt að sjá hvað margir hálfveitar í Svíþjóð. Þeir eru 20%. 20% Svíþjóð hálfveitar. En það er verið svona á hálfkæringi, en það er sem sko, því miður hafa þetta mikla fylgi hefur gert að verkum að það var þannig á sínum tíma að allir flokkar þvertni myndu allir vinna með þeim, en nú eru margir flokkar á hægri kantinum farnir að eins og þess núverandi stjórn Sverigedemókraterna, þeir verja þá falli, en nú eru farnir að hafa sem sko áhrif, og þar finnst mér að stjórnmálmönnum að þegar vældakarækinn er komin yfir heilbrigða skynsemi, þá erum við komin í vondastað. En áttu ekki von á því að umræðan þennan tiltekna flokk sem hún nefnir, hefur hún ekki breyst eitthvað í kjölfar þessa voða verks? Jú, og ég vona svo innilega að hún muni breytast hressilega. Já. Jón Óðinn, ég þakka þér kærlega fyrir að upplýsa okkur líðan Svía umræðuna og hjartnæmt að heyra, og maður náttúrulega fyllist bara gleði að þetta skildi hafa sloppið svona fyrir horn hjá þér og þinni fjölskyldu, dótturinni Tinnu, en ég sá á Facebook að þú hafðir svona tekið saman líðan þína og tilfinningar og sett saman í ljóð. Ekki mætti ég biðja að bara flytja hlustendum og áhorfendum samstöðurinnar þetta ljóð hér í þessu viðtali okkar? Já, ég skal gera það og þakka þér fyrir að kalla það ljóð, fyrir mig er þetta bara svona samtíningur, en hvað það? Það hljómar svona. Ég sé það allt, það blasir við mér á skjánum, sögur af stríði, skelfingu, örvæntingu og reiði. Frostin augu, barnsönd sem tegir sig út úr rústum, grimmd, svo mikil grimmd. Það skelfir mig, sem er vond, svo ég skipti rás, horfi á þætti, leikna, óraunverulega og falska. Ég gleymi hinu. Þetta jú þessi daglega atburðar rás, langt í burtu, svo langt í burtu. Þá skyndilega, augu grimmdarna mæta mér, ekki á skjánum, ekki langt í burtu. Ég skynja hana núna. Hún andri andlit mitt, köldu miskunnleysi. Hún er hér, hræðsla, ólýsanleg hræðsla. Hvað segir það mig? Þarf ég að upplifa, ég sjálfa mig spyr, reykinn í lungunum, húðin að brenna, neyðarópin í eigin eyrum. Er fjarlæg þjáning aðeins frétt sem birtist við mínar dyr? Skömm, einlæg skömm. Já. Kæra þakkir Jón Óðinn, maður er nú er að nálgast á augnablik að þú sért að tala við hágrenjandi hvítan karlmann, þáttastjórnanda í öðru landi, kannski þurfum við bara fleiri grenjandi karlmenn, frekar en Hallfríður sem varst að tala Algjörlega sammála, ef ég væri hjá þér þá myndum við fallast í faðma. Já, við myndum gera það. Heyrðu, kærar þakkir fyrir þetta Jón Óðinn, og já, ekki geti nú ekki reynu þjóðhöfðingi, ekki geti ég sagt að fyrir hönd íslensku þjóðarinnar þá færum við ykkar bestu kveðjur, en ég get sagt að persónulega þá hugsa ég hlýtt til ykkar allra, og það verður vonandi verður þessi hryllilegi atburður, vonandi leiðir hann eitthvað æskilegt, jákvætt eða nauðsynlegt af sér. Eru ekki sammála mikilvægi þess? Jú, og ég virkilega trúi því að það muni gerast. Kæra þakkir Jón Óðinn, bestu kveður í bili. Takk. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda.